Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum í samstarfi við Kaupfélag Suðurnesja stóðu fyrir ráðstefnu jákvæða líkamsmynd í Hljómahöll. Ráðstefnan var öllum opin en átti sérstakt erindi til fagfólks á öllum skólastigum. Aðal fyrirlesari á ráðstefnunni var Martin Persson, einnig talaði Sigrún Daníelsdóttir, höfundur bókarinnar Kroppurinn kraftaverk, líkamsvirðing fyrir börn. Þá komu feðginin Hermann Jónsson og Selma Hermannsdóttir og ræddu meðal annars samfélagsmiðla og jákvæða líkamsmynd. Selma hefur vakið mikla athygli eftir að hún kom fram opinberlega og ræddi áralangt einelti sem hún hefur mátt þola. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við Særúnu Rósu Ásthórsdóttur, verkefnastjóra hjá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum ráðstefnuna. Það sem var okkar helsta markmið var að halda ráðstefnu líkamsmynd og jákvæða líkamsmynd og skapa í raun og veru samtal við skólasamfélagi, sérstaklega hérna á Suðurnesjum en í raun og veru við allt landið og vildum vekja athygli á þessu mikilvæga málefni sem snertir okkur öll og það tókst svo sannarlega því að við fengum yfir 170 manns til okkar. Hvað jákvæða líkamsmynd? Það í raun og veru, við höfum öll eitthvað tengingu við líkamann okkar og hvernig við lítum á hann og við fáum líka öll eitthvað skilaboð frá samfélaginu hvernig við eigum að líta út, hvað er æskilegt og ekki æskilegt og við könnumst öll við að reyna að passa einhvern veginn inn í þennan ramma og það kannski þetta að þegar þú hefur neikvæða líkamsmynd þá getur það haft áhrif á þína líðan, andlega líðan og kvíða, þunglindi og aðrir erfiðleikar sem geta fylgt því. Þess vegna vildum við fókusera á einmitt jákvæða líkamsmynd, hvernig við getum byggt upp, hvernig við getum hjálpað nemendum okkar og börnunum okkar og okkur sjálfum að horfa á okkar eigin líkama með jákvæðum augum og kannski reyna að sporna við þessum skilaboðum frá samfélaginu að við eigum að líta út með ákveðin hætti og eitthvað sé æskilegra heldur en annað. Við erum ekkert öll steypt í sama móti. Heldur betur ekki og þetta með að reyna það að láta okkur öll líta eins út eða við skulum alltaf vera að bera okkur saman við aðra þá við eiginlega svolítið mikið að reyna að stjórna því sem að kemur frá náttúrunnar hendi og við getum í raun og veru ekki breytt heldur en við getum elt sjálfsmyndina og styrt einstaklingin þannig að hann geti verið sáttur í sínu eigin skinni og rannsóknir sýna að það eflir náttúrulega möguleika einstaklingsins í lífinu. Við sækjumst frekar eftir störfum sem okkur langar til að vinna við förum frekar í nám, við erum svona öruggari bara í öllum okkur samskiptum ef við höfum þessa þætti og ef við hugsum þennan hlut. Hvernig kemur þetta verkefni inn á borð hérna hjá okkur á Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum? Já, það er nefnilega þannig að við vorum í Evrópuverkefni og erum í Evrópuverkefni sem heitir Negativ og höfum verið í því verkefni í 2 ár. Þetta í raun og veru loka viðburðurinn í því verkefni og við erum hérna 3 ár sem höldum utan þetta og förum á síðasta ári til Svíþjóðar á ráðstefnu, stóra ráðstefnu þar sem við hittum Martin Persson sem var einmitt aðalfyrirlesarinn okkar hér á Íslandi og við hittum hann þarna og við verðum fyrir svona miklum innblæstri bara að sjá niðurstöður rannsókna, sjá hversu alvarlegt þetta í raun og veru, hversu mikil áhrif þetta að hafa á til dæmis markhópinn okkar sem eru brotthvarfsnemendur og líka þetta með samfélagslegan aktivisma eða hvað við getum sjálf gert. Þannig að við fáum þessa hugmynd að drífa okkur á stað og setja upp okkar eigin ráðstefnu en vissum í raun og veru ekkert hvernig við ætluðum að gera hana. Og á sama tíma þá ég í vinnuhóp á vegum Kaupfélags Suðurnesja þar sem var verið að reyna að finna upp hugmyndir og koma fram með einhver verkefni sem getur styrt stöðu ungs fólks á Suðurnesjum sérstaklega og eflt sjálfsmynd og annað. Þannig að ég og Jónína Magnúsdóttir náms- og starfsráðgjafi og Anna Lóa Ólasdóttir, við förum í raun og veru með þessa hugmynd á borð til Skúlasonar, formanns Kaupfélags Suðurnesja og hann tekur svona vel í þetta og líst svona vel á þetta og hann í raun og veru setur þetta bara í okkar hendur og skipuleggur þetta og þetta auðvitað eflir þeirra samfélagslegu ábyrgð sem fyrirtækis, þeir vilja vera ábyrgir og setja sér stefnu í þessum málum. Við getum öll haft áhrif og það gengur svo miklu betur ef við höfum stóra kanónur með okkur í þessu. Þeir bara fylltu stapan? Við fylltum stapan. Það leit kannski, þetta var auðvitað í ágúst og fólk að koma úr sumarfríum og við vorum svona ekkert vissar hvernig viðtöku við myndum fá.
en þetta stóð alls ekki, það stóð alls ekki á sér og við vorum hérna, já, með rúmlega 170 manns og ég held að séum ennþá bara með gæsahúð yfir því hversu vel þetta tókst. Það sýnir okkur kannski helst, þetta voru þetta fagfólk, þetta voru kennarar, námsráðgjafar, þjálfarar, íþrótta- og tómstundafulltrúar, foreldrar og bara héðan og þaðan og samfélaginu og af landinu og þetta sýnir okkur hvað málefni er mikilvægt og hvað skiptir miklu máli að við byrjum að tala þetta og hérna, já, þannig að það er það sem við erum ánægðasta með að samræðurnar séu byrjaðar. Ég tók eftir að flestir gestirnir ykkar voru konur. Láta konur sér þessi mál frekar varða en kallar? Ég veit ekki, ég held að rannsóknir sýni að líkamsmynd og áhrif neikvæðra líkamsmyndar hafa alveg eins mikil áhrif á konur og kalla þannig lagað að við verðum öll fyrir þessum þrýstingi frá samfélaginu en kannski erum við líka með markhóp sem eru kvennavinnustæðir oft en þeir voru nokkrir öflugir þarna þannig að ég vissum að þeir tala við sína kynbræður og við getum alveg komið þessu áfram til allra. Hverju áttu vonu að þetta skili inn í samfélagið? Sko það er eins og ég sagði áðan, fyrst og fremst þessi umræða að við séum að tala þessa hluti og getum þá tilengað okkur þetta sjálf. Við þurfum að skoða okkar eigin líkamsmynd og sjá hvernig við horfum á okkur sjálf og hvaða skilaboð við erum að senda og síðan er að þetta með áframhaldandi samstarf. Við erum strax farin að huga því hver næstu skref okkar verða með Martin Persson og við munum bjóða upp á eitthvað fleira í þessum dúr, hvort að verða námskeið eða ráðstefnur, það er alltaf byrjunarreit ennþá. Ég veit að leikskólar hafa haft samband við Hermann Jónsson sem talaði og skólar, þannig að það er alveg ljóst að svona viðburður hefur svona fiðrilda áhrif, þannig að það gerist eitthvað meira út frá því.